Til máls tekur háttvirtur 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir og talar af hálfu Samfylkingarinnar. Gott kvöld. Á því rúma ári sem liðið frá kosningum hafa mörg stór og erfið mál komið til kasta Alþingis. Sum hefur tekist að leysa á meðan önnur bíða enn úrlausnar. Mikilvægasti atburður ársins þó án efa skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis en hún var meðal annars mikill áfellisdómur yfir stjórnkerfi landsins og stjórnmálalífi. Þjóðin hafði beðið lengi eftir skýrslunni en beðin var þess virði. Bananalýðveldi var skoðun eins leiðarahöfundar eftir kynningu skýrslunnar. Mörgum finnst lítið hafa breyst í stjórnmálum landsins eftir hrun og víst að lítil ánægja var í landinu með viðbrögð stjórnmálaflokkana við skýrslunni. 2 konur voru að vísu hraktar úr sölum Alþingis, önnur tímabundið og hinn varanlega. Víst hafði þeim orðið á mistök og mistraust kjósenda sinna en þær eru ekki einar það. Ef stjórnmálaflokkar landsins halda að þeim dýi til synda aflausnar að fórna 2 drottningum, þá kunna þeir lítið í skák. Hugtakið bananalýðveldi mun í kjölfarið fá aðra og dýpri merkingu og nýlegur sigur bestaflokksins verður léttvægur í samanburði við það sem á eftir fylgir. Stjórnmálaflokkarnir geta auðvitað kosið veg sjálfsblekkingarinnar. Þann veg kusu þeir flestir hverjir af öðru tilefni á árunum 2002 til 2008. Við vitum hvernig það endaði með hruni. En það eru fleiri stofnanir en stjórnmálaflokkarnir sem njóta lítils trausts. Ég vil nota tíma minn í dag til að ræða Alþingi Íslendinga. Eins og fjölmargir aðrir þingmenn tók ég sæti á Alþingi fyrir rúma ári síðan og verð að segja eins og starfshættir Alþingis hafa valdið mér vonbrigðum. Eins og ég held raunar að þeir valdi þjóðinni allri. Gamlar hefðir og venjur eru oft til gagns, en það má öllum vera ljóst að hefðbundin starfsemi Alþingis í miklum ógöngum. Þetta vita þingmenn flestir hverjir, en margir taka þátt í dansinum eins og ekkert hrun hafi orðið og engin rannsóknarskýrsla verið skrifuð. Það auðvitað erfitt fyrir einstaka þingmenn að breyta starfi Alþingis, en til þess þarf samstöðu. Fyrsta skrefið þó auðvitað að segja hlutina hreint út. Alþingi Íslendinga í ruglinu. Alþingismenn og þingflokkar þurfa að endurskoða starfshætti sína. Við gætum sagt að við þyrftum að fara í meðferð. Á þjóðþingum nágrannalandanna eru oft átök og stórirði enda deilur hlut af lýðræðinu. En ég held að í flestum nágrannaríkjum okkar þætti stappa nærri sturlun sá pólitíski hráskinnaleikur sem hér leikinn í grafalvarlegum málum. Alþingi getur lært mikið af þjóðþingum nágrannalandanna eins og það hefur raunar gert í sumum efnum upp á síðkastið. Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis og þingmannanefnd sem vinnur úr henni í kjölfarið að erlendri fyrirmynd og eru sannarlega til fyrirmyndar. Hér þarf þó að ganga mun lengra og stokka starfsemi Alþingis upp. Þjóðþing Norðurlandanna þykja almennt vel skipulögð og valdamikil í samskiptum sínu við framkvæmdavaldið og af þeim eigum við að læra. Árin fyrir hrun kusu Íslendingar að líta á vandamál sín sem spurningu ímynd. Áhyggjur og gagnrýni útlendinga væru á misskilningi byggð. Bæta þyrfti ímynd landsins, semja skýrslur og halda ræður. Þjóðin þyrfti að bæta ímynd sína í stað þess að bæta ráð sitt. Við vitum hvernig það fór. Það minnir helst á ljóðið góða eftir Þórarinn Eldjárn með leyfi forseta. Ég að skipta ímynd, út á við sést nýmynd, hið innra einn ég svamla, áfram í því gamla. Viðbrögð stjórnmálaflokkana við rannsóknarskýrslu Alþingis eru sumpart af sama toga, áhuginn á breytingum að ekki sé minnst á ábyrgð á gerðum sínum takmarkaður. Þess mun meiri áhuginn á ímyndinni. Embætti forseta Íslands, ríkisstjórn, stjórnsýsla og Alþingi þurfa að breytast. Við vantrausti kjósenda þarf að bregðast með breytingum.
Ný stjórnarskrá fyrir lýðveldið er nauðsynlegur hluti af þessu ferli en biðin eftir stjórnarskrá er ekki afsökun fyrir því að setja auðum höndum. Við þurfum að setja ný lög stjórnarráðið og breyta þingsköpum þannig að ráðherrar geti farið í leyfi frá löggjafarstörfum á meðan þeir fara með framkvæmdarvald. Það er á ábyrgð okkar sem nú sitjum á Alþingi að tryggja að lýðræðið hljóti virðingar og trausts svo það fái þrifist. Það er sú framtíðarsýn sem við eigum að hafa leiðarljósi í störfum okkar. Gleðilegt sumar.